Af hverju byrjaðirðu í fótbolta? Ég byrjaði í fótbolta eiginlega bara því að það var rosalega mikill fótbolti í umhverfinu mínu. Ég kem frá Akranesi og var rosalega mikill fótboltabær. Það einhvern veginn kom aldrei neitt annað til greina heldur en að fara á fótboltaæfingu. Og var það alltaf markmiðið að komast í A-landsliðið? Það var ekki beint alltaf markmiðið hjá mér að komast í A-landsliðið. En síðan þegar ég var svona 18-19 ára þá fór þetta að verða svona aðeins raunverulegra. Og þá fór maður að setja stefnuna aðeins herra og endanum þá tókst það. En hvenær spilaðir fyrsta landsleikinn og hvernig leið þér svona inn á vellinum? Ég var eiginlega alveg rosalega stressuð. En auðvitað bara mjög eftirminnilegt að spila fyrsta leikinn. En svo svona í næstu leikjum þá svona minnkaði stressið og maður fór að njóta þess aðeins meira að spila þessa leiki. Ertu með eitthvað sérstök ráð fyrir krakka í fótbolta? Mitt helsta ráð er náttúrulega að hafa gaman að því sem þú ert að gera. Þú ert að eyða alveg rosalega miklum tíma í að æfa fótbolta. En kannski svona fyrir mig persónulega þá fannst mér alltaf dálítið erfitt með sjálfstraust. Hafði kannski ekki nógu mikla trú á mér nógu snemma. Svona fyrir krakkar sem kannski eru að byrja í unglingalandsliðinu eins og þú. Það er ástæða fyrir því að þú ert komin svona langt. Já. Þú spilar svo miklu betur þegar þú hefur trú á sjálfum þér. Já. Þannig að sjálfstraust það var svona mitt helsta ráð. Hvers vegna er leikurinn við Þýskaland 1. september svona mikilvægur? Þetta er eiginlega fyrsta skipti sem að kvennalandsliðið á raunhæfan möguleika á að fara á heimsmeistaramótið. Og þá auðvitað bara ósjálfrátt verður þetta bara einn af stærstu leikjum sem maður hefur spilað. Og bara það að fá fullan völl myndi auðvitað bara veita okkur þvílíkt mikinn stuðning. Ég hef bæði upplifað að spila fyrir hálftómum velli og svo hef ég upplifað að spila fyrir næstum í fullum velli. Og það er bara þvílíkur munur þar á. Og á móti liði eins og Þýskalandi sem er bara eitt besta lið í heimi að þá auðvitað þurfum við bara á öllum að halda sem að geta látið sjá sig og það væri auðvitað bara draumur að spila fyrir fullum Laugardalsvelli.